Komið sælgóðarhálsar, þetta er önnur innlögnin í tímagistum og ég ætla bara að halda áfram þess að við hættum seinast og aðeins að tala um þau verkfæri eða þá registera sem í boði í microchip örtölum til þess að díla við tímagistana og þetta fer algjörlega eftir stærð og gerð hverjar örtölvu og ég tók saman hérna svona helstu registerana. Í flestum örtölum frá microchip yfirleitt alltaf einn timer og hann bara kallaður timer 0 eða TMR 0. Það heitir í rauninni registerinn og hann á fyrstu adressunni í 16F84A. Ef við erum með fleiri að þá heita þeir einfallega bara timer 1, timer 2, timer 3 og svo framvegis. En registerinn sjálfur heitir yfirleitt T8con. Og það sem TMR0 hefur að geyma, að hann hefur einfallega bara hann geymir einfallega bara 8 bitana í rauninni. Alla þessa 8 bita, ef þetta 8 bita teljari, að þá eru bara bitarnir hér ef að teljarinn staðsettur á tölunni 6, að þá getum við fengið aðgang af þessum register og einfallega bara lesið þessa tölu hérna út sem 6. Við getum líka sendt tölur inn á þennan hérna og byrjað að telja frá tölunni 10 eða eitthvað. Þannig að þetta í rauninni bara gildið eða staðan á teljaranum og það það sem í TMR0. Svo erum við með option register og við deilum honum reyndar með öðrum fítusum en tímagista fítusinn á nokkra bita þarna inni og þær stillingar sem við eigum í option register með tilliti til tímagistana að þarna getum við valið rauninni hvort að við erum að taka internal eða external og við erum líka að velja edge select bit hvort að við teljum þegar við erum að fara í rauninni upp eða niður púlsinn. Hérna stillum við líka prescalerinn og svo prescaler assignment bitanurinn því að við getum verið með prescalerinn annarkvort í notkun á watchdog timernum eða þá á tímagistanum. Og svo erum við hérna með timer 1 low og timer 1 high að þetta í örtölum sem við erum með 16 bita teljara og þá þetta bara timer 1L þá bara í rauninni neðri 8 bitarnir í 16 bita lengjunni og timer 1H þá efri bitarnir 8 hæðstu bitarnir í rauninni. Þannig í rauninni bara búið að splæsa saman 2 registerum 8 + 8 registerum. Og með tilliti til örtöluna sem við erum að nota í augnablikinu að þá tímagisti 1 að hann staddur í banka 0 en option register í banka 1. Og ég held þess best bara að við kíkjum á forritunardæmi og ég ætla bara að skipta yfir í MBLab X. Svona, og við ætlum bara að starta nýju projekti og þetta allt venjulegt. Fyrir við standalone. Veljum örtölun okkar, við ætlum að vera í simulator og nota assembly. Gef verkefninu mínu nafn og adda source file. Ég ætla að gera þetta bara main og þá get ég byrjað. Þannig að við erum hérna með timer 0 pröfa og það spurning hvað við getum gert. Við getum látið RB0 og RB1 blikka, það einhverja díóður eða eitthvað og svo viljum við blikka RB7 og RB6 þegar timer 0 yfirflæðir og þá viljum við kalla í interrupt, viljum við framkvæma interrupt. Ok, segjum bara svona og höldum bara áfram og sjáum hvert þetta tekur okkur. Við gerum þetta venjulega include og við ætlum að stilla configuration wordið okkar. External
off og generate. Svona, ég set upp reset vektorum minn sem er á 0 og svo að því að ég ætla að nota interrupt að þá set ég upp interrupt vektorum minn og læta hana í rauninni fara í interrupt loopuna sem ég ætla að búa til á eftir. Við skulum búa bara til strax fyrir pláss fyrir einhverju minisólf og ég ætla að nota bara það sem við skulum búa strax bara til pláss fyrir einhverju minisólf maður þarf yfirleitt alltaf að nota einhver minisól, það er yfirleitt svona og ég ætla að færa þetta hérna ofar í fylginu allu ég gerir þetta samkvæmt bókinni og ég klíra registrera minn og hérna byrja þá í rauninni forritið mitt og að því ég ætla að nota timer 1 að þá vil ég bara þegar ég ræsi forritið þá vil ég væntanlega klíra hennar timer 1 og hann á tmr 0 ég vil líka klera portið mín og núna vil ég fara að setja upp í rauninni initialization setupið mitt. Þannig að ég ætla að hoppa yfir í banka 1 og ég ætla að setja upp tímagista minn og ég ætla að hafa það að segjum bara að við viljum að hann telji þegar hann fer frá 0 og upp í high og við þurfum að stilla að prescalerinn virki á timer 0 moduluna en ekki watchdog timerinn svo ætlum við að taka einhvern prescaler og nú þarf ég aðeins að hugsa hvað við ætlum að láta þetta interrupt koma oft þannig að ég ætla líka að segja klukka er 32 kHz svona þannig að ég ætla að reyna að ná einhvers staðar í kringum 4 sekúndur, láta maður interrupta á 4 sekúndna fresti á meðan að örtulan að gera eitthvað annað, hvað annað hann ætlar að vera að gera, hann ætlar að vera að blikka RB0 og RB1, við ætlum að búa til forrit sem lúppar því bara fram og tilbaka þegar kubburinn ræsist þá hoppar hann inn í bara einhverja main lúppu, hann blikkar RB0 og RB1 endalaust og svo vil ég fá á 4 sekúndna fresti eða það bil 4 sekúndna fresti að þá vil ég fá RB7 og RB6 að þá vil ég fá þá high í einhvern x tíma þannig að það sem ég þarf að gera í rauninni að ég þarf að setja upp interrupt ég þarf að stilla interrupt registrinu minn, ég þarf að stilla option registrinu minn, ég þarf að stilla portin mín þannig að ég ætla að gera það núna þetta hérna er þá initialization af kubnum hjá mér þannig að ég ætla að stilla option registrinn og við ætlum að hafa high to low prescaler við skulum hoppa yfir datasítið og stilla option registrinn okkar option register og það sem ég þarf að gera, ég þarf að ákveða hvaðan hann á að telja og ég ætla að láta hann telja bara á í rauninni instruction cycle-unu og svo vil ég segja honum hvenær hann á að telja þegar merkið fyrir upp eða niður ég ætla að láta telja hann þegar hann fer frá low to high það er svona, mér finnst það eðlilegra og ég ætla ekki að nota hann í watchdog timerinn, ég ætla að nota hann í timer 0 modjólið, ég get bara notað eitt af þessu í einu í rauninni og ég ætla að nota segjum bara 128 það er líklegast til að vera nálægt 4 sekúndum þannig að ég er með 110 hérna í endan og við skulum bara stilla þetta er þá, ég ætla að færa binary töluna hvað er þetta, 0, 0, 0, 1 0, sjá ok 0, 0, 1, 1, 1, 0 svona og ég ætla að færa þetta yfir á option registerinn svona og ég ætla líka að láta að því að ég ætla að láta timerinn valda interrupti 4 hverju sekundu þannig að ég þarf að virka interrupti líka þannig að ég segi move little of og b 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 þetta held ég að sé rétt já þessi 1, 0, 0 ég þarf að virka global interrupt
og ég þarf líka að virkja timer 0 overflow interrupt. Ok, þetta passar. Ég ætla að færa þetta yfir á intcon. Svona. Og ég ætla að setja bæði porti mín sem útganga, output, þannig að ég þarf að stilla tris hjá mér og segja move ég ætla bara að hafa bara alla sem output og ég er ekki með neitt annað sem ætti að fara hérna í setupið hjá mér, þannig að ég ætla að skipta yfir í banka 0 og hérna ætla ég að hafa eitthvað sem heitir main og þá hérna byrja þá í rauninni lúpan mín, þannig að ég ætla að láta hvað var það? RB0 og RB1 blikka endalaust. Ég ætla að nota byte oriented skipanir og þetta voru tveir síðustu, port B og svo þarf ég að hringja á eitthvað delay, þannig að ég ætla að kalla á eitthvað delay. Ég er ekki búinn að búa til það ennþá en ég ætla að kalla í það hérna go to main end og svo á ég eftir að búa til þetta delay hérna og return, svo eftir að búa til interrupt, svo eftir að búa til interrupt subroutine mitt hérna, það er, hvað er kallað þetta, ESR. Svona, þá er ég búinn að setja upp, ég á eftir að búa til þessar lúpur hérna en þetta ætti allt að virka áður en ég fylli þetta út og ætla ég að pröfa að keyra þetta einu sinni. Það var svona kannski hvort að villu aðtöða þetta. Ég er með einhverja villu. Duplicate label D1, já, ég gert það bæði D1. Svona, D1 og D2. Förum þetta aftur. Allt er aðeinslegt og þá skulum við búa til þessi delay og ég ætla bara að hafa delayið eina lúpu. Við þurfum ekkert meira, þetta er nú bara, við erum bara rétt að pröfa konseptið á timer 0, þannig ég ætla að láta RB0 og RB1 blikka bara með hæsta delayið sem ég get fengið einni lúpu og það er 255 sinnum og hvað ég var að segja, svona. Ég læt 255 inn í D1 og ég er með þá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Þannig að ég er með það bil 9 instructions cycle hérna, sem er kannski aðeins að kommenta á þetta. Þannig að RB0 og RB1 skipta stöðu á 0,29 sekúnda millibili. Ok, það er allt gott að blessa og þá ætla ég að búa hérna til interrupt service rútínuna mína. Hvað ætla ég að láta hann að gera? Ég ætla að láta hann kveikja á RB7 og RB6 þegar timerinn yfirflæðir. Ok, það fyrsta sem ég verð að gera að ég verð að taka því að við náum aldrei að fara í þessa interrupt service routine nema að við fáum í rauninni interrupt flagg, þannig að ég þarf að fyrsta sem ég þarf að disabla flaggið aftur að því að við erum búin að þjónusta interruptið, við erum byrjar að þjónusta interruptið, flaggið á ekki að vera constantly high því þá fyrir bara aftur og aftur í interruptið, þannig að ég ætla að cleara flaggið og timer 0 er á beta 2, þá er það komið og ég ætla að setja þá RB7 og RB6 sem high, þannig að ég segi move little dwarf B110000 svona og fæla þetta yfir á port B og það er kannski alltaf að henda einhver smá delay hér á þetta líka. Ég ætla að gefa það bara inn í rútínunni, ég ætla ekki að láta hann að kalla út fyrir rútínuna að svo stöddu, þannig að ég ætla að segja ESR delay og búa til nokkrar no operation skipanir hér svona og ef hann er ekki búinn að telja niður í 0 þá vil ég að fara bara aftur á ESR del. Svona, að sjá, við keyrum hérna, við hreinsum flaggið, við setjum RB7 og RB6 á high sem er á port B. Við hlöðum 255 inn í geymsluhól D2, svo dettum við hérna inn í annan label og við köllum á 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 skipanir. Gerum það 255 sinnum sem eru þá, látum það bara hér, þetta er 7 sinnum 122,07 mikrosekundur sinnum 255 eða 0,217 sekundur. Þannig að fjórða hverja sekundu að þá mun RB7 og RB6 vera hæg í 0,2 sekundur rúmlega. Ok. Og pröfum að gera þetta. Þetta gengur upp og ég held að ég ætli bara að herma þetta og ég ætla að herma þetta í öðru forriti. Þannig að við skulum kíkja á það. Svona, þá erum við komin yfir Proteus og ég er búinn að setja hérna upp rásina. Hérna er ég með hérna með RB0 og RB1 sem eiga bara að blikka alveg konstantli og svo er ég hérna með RB7 og RB6 sem útgangirnir eiga að vera hæg í rauninni rúmlega fjórða hverju sekundu. Hérna er ég bara með rofa til þess að resetta kubbnum, þannig að við skulum bara keyra þetta stað og við sjáum að við fáum blikk hérna þessar hér og þessi hérna blikkar svo eftir 4 sekundur og á að blikka á 4 sekundar fresti og vera hæg í 0,2 sekundur rúmlega. Þannig að þetta gengur allt upp og ég held að þessi innleggsróðan er svolítið löng, þannig að ég ætla að segja stoppið þetta hér.